Þessi ár, frá 12 ára aldri upp að 18 ára aldri, þetta eru dýrmætustu árin í lífi hvers einstakling. Af hverju? Af því að þarna er líkaminn ykkar að þroskast andlega og líkamlega. Þetta er aldurinn sem þið eruð á. Þið eruð á rosalega dýrmætum aldri, þess að þið eruð að taka út ykkar kynþroska og andlegan þroska til dæmis. Eitt stærsta forvarnarverkefnið er Maritufræðslan á vegum Samhjálpar og ríkislögreglustjóra. Þar er markmiðið að ná til allra 10. bekkinga í landinu. Magnús Stefánsson hefur umsjón við því. Hann er sjálfur óvirkur fíkill og miðlar til unglingana af eigin reynslu, auk þess að sýna þeim forvarnarmyndbandið hættu áður en þú byrjar. Sér enginn eigin, ég bara leik mér þar. Þannig var svona hugsunum fyrst að ég byrjaði. Þetta væri ekkert sem að maður yrði háður og þetta gæti ekkert skemmt mitt líf, sko. Út af því þetta, var bara svo reykja sígarettur eða hvað sem það var. Og amfetamín, þetta var eitthvað sem maður sá í bíómyndunum og vissi þetta var hættulegt og maður átti ekki að gera. Það var rosalega hrædd við þetta efni fyrst til að byrja með. Nú eignastu barn og þú upplifðir til dæmis móðutilfinninguna, eða ekki? Nei, ég kynntist ekki móðutilfinninguna með fyrsta barn. Af hverju? Ég ætla að segja ekki bara að ég var ung, ég þekkti ekki mínar tilfinningar. Var ekki búin að hafa neina tilfinningar þannig séð. Ég byrjaði í september 98. Sprauta? Eftir ég lét strákuna frá mér. Eins og ég segi, ég þráði að verða edrú og ég þráði að komast upp úr þessu, en ég fann einhver lausn til að komast upp úr þessu. Ég gat ekkert stigið frá þessu. Því að ég sá bara myndina fyrir mig að það var sprautan og það var strákurinn við hliðina á mér. Og hvern myndirðu velja? Ég sá fram það að ég þurfti að velja sprautana fyrst til þess að geta sinnt barninu. Munið eftir stelpunni númer 1 sem kom í fyrsta viðtalið. Hún sagðist geta hætt hvenær sem væri af því að hún væri engin aumingi. En hvernig endaði hennar vitnisburður? Hann endaði þannig að hún sat og þurfti að velta fyrir sér hvort átti hún að sprauta sig eða sinna barninu. Og hvað gerði hún? Hún sprautaði sig fyrst, svo hún geti sinnt barninu. En hún byrjaði í hassi. Það byrjar enginn á því að sprauta sig í dag. Hann Móri, hann syngur það, ég stefni ekki á botnin, það stefnir enginn á botnin. En allt og margir enda á botninum og í fyrra þá voru það 200 einstaklingar 17 ára og yngri sem fór í meðferðin og Vog bara af því að þeir réðu ekki við kannabisneysluna sína. Það er erfitt að meta gildi forvarna, til dæmis hvort einhver unglingur úr þessum hópi fari ekki út í fíkniefnaneyslu vegna upplýsingana sem hér koma fram. Rannsóknir hafa sýnt að erfitt er að ná til unglinga á þennan hátt, enda séu þeir með hugan við líðandi stund og hlusti lítið á viðvaranir. Sumir halda því fram að fræðsla af þessu tagi, fullorðinn einstaklingur að fræða unglinga skaðsemi fíkniefna, hafi lítil sem engin áhrif. Ég held að það hafi ekki öfug áhrif, því að ef þið fá ekki fræðsluna þarna þá sækja hana bara eitthvað annað. Og það eru náttúrulega vinir sem eru að fræða hvort annað og þau náttúrulega vita mismikið og hafa mismikla reynslu, þannig að ég held að við sem þekkjum þetta betur ættu frekara fræði heldur en einhver sem hefur bara þessa stefnu eða er búin að taka okkur ákveðum ból á hæðina. Því að við reynum að vera vísín, taka alla þætti, félagslega þætti, nú læknisfræðilega þætti, með löggæsluna og annað. Þannig að við reynum að horfa heildrænt á þetta. Að þeir vera að bombardera ungt fólk í grunnskóla sem er búið að prófa, það er búið að sjá ljósið í sinni vanlíðan eða hvað sem út frá lélegri sjálfsvirðingu, pikk upp stelpu, pikk upp strák, þetta snýst allt þetta í unglingaheiminum. Og það er búið að fatta alkahól og búin að sjá ljósið og þetta er gaman og ég er allt í einu stór og sterkur og lífið er æðislegt og ég þór á nærbúlsónum og bla bla. Alltaf Jesú að koma inn á sal í einhverju skóla og segja þetta er stór hættulegt krakkar. En segja umræða virkar ekki. Samt gerum við þetta ár eftir ár, eða milljónum í þetta. Eina rétta leiðin í þessu er að vinna með þessum einstaklingum. Ekki sem hóp, heldur sem einstaklingur. Forvarnirnar eiga felast í því að stinga út þessa einstaklingar sem eru í áhættuhóp eins og það heitir á fagmáli og gera eitthvað fyrir það. Ég held að það er liðin tíð að það þýði eitthvað að vera að kalla allan árganginn á sal í skóla, hvort sem það er grunnskóli eða framhaldsskóli og messa yfir öllum þegar 99% af fólkinu er ekki nokkur í hættu og þarf ekki að hafa áhyggjur af því. Ég held að fjármununum og tímanum væri miklu betur varið í það að hreinlega að viðurkenna það og stíga skrefið
og hreinlega taka þá út úr þessa fáu. Þeim fjölgar stöðugt sem lendi í vandræðum vegna fíkniefnaneyslu. Í landinu eru nú 300 rými á ýmiss konar meðferðarheimilum. Flestir koma við hjá SÁÁ. Þar eru heimsóknir á göngudeildir yfir 20.000 á ári. Sú gagnrýni hefur komið fram að lítill árangur náist þar í fíkniefnameðferð. Of margir þurfið að koma aftur og aftur. Endurkomu fólkið okkar alls ekki stór hópur miðað við alla þá sem hafa komið til okkar. En þetta hópur sem oft vill koma aftur og aftur og þess vegna mjög fyrirferðarmikill og verður mikið í umræðunni. Ástæðan fyrir því að hann kemur aftur og aftur ekki sú að hann fá ekki nógu góða meðferð á Vogi eða í þeim meðferðarúrræðum sem hann kom í. Heldur það hitt að þegar þeirri meðferðar þætti lokið þá vantar að það sé meðferð sem tekur þá við. Og þarna kemur að því að sameina heilbrigðisþjónustu og félagslega þjónustu sem oft mjög erfitt. Það þarf að setja þetta fólk í strangari ramma og endurhæfa það markvisst, bæði félagslega og andlega, og inn í þetta þarf að flétta geðheilbrigðisþjónustu og endurhæfingu í henni. Því miður virðist ekki vera pláss fyrir þetta. Við tökum dæmi af Landspítalanum að allt sem gert þar, að það verður að gerast mjög fljótt og það sem ekki hægt að sneiðmynda og greina eða taka burtu með aðgerðum, að það á að vera á göngudeildum. En það hæfir alls ekki þeim ungu fíkniefnaneytendum eða langt gengnu vímuefnaneytendum sem ekki hafa komist inn í þjóðfélagið í kannski mörg misseri. Mér finnst að þegar eitt batteri dóminerar svona í litlu samfélagi, í þessari hugmyndafræði, þessari umræðu, það mjög hættulegt fyrir heildarmyndina. Það það að hér eiga að vera til auðvitað meðferðarúrræði eins og SÁÁ sem að notast við þetta Minnesota-módel og þessa sjúkdóms. Það á bara að vera einn lítill valmöguleiki að mörgum litlum valmöguleikum. Því það sem henta þér þarf ekki að henta mér. Við fallum ekkert inn í hennar ramma, og í staðinn fyrir, þeir litli peningar í húfi og einn tekur 90% af þeim, þá verða öll önnur meðferðarúrræði í skugganum. Það bara þannig og því miður. Því að það til mörg meðferðarúrræði í heiminum sem að skila brilljant árangri. Alls konar típur og módel í gangi. Íslendingar hafa aldrei heyrt það. Og segja bara þetta sjúkdómur og ræða þetta bara þeim nótum. Að þú getur ekki orðið edrú nema að fara einhvern veginn og ég meina aðsamtökin æðisleg. Þau frábær, fyrir þá sem geta notfært sér þau. Árangur með ungt fólk í aðsamtökunum mjög lélegur eftir rannsóknir. Það mjög lélegur og aðsamtökin ekki eina úrræðið. Við svörum því gjarnan þannig að við auðvitað í okkar meðferð reynum að standa föstum fótum í þeirri vísindalegu þekkingu sem við höfum yfir að ráða. Við reynum að standa föstum fótum í læknisfræði, líffræðinni, lyfjafræðinni og öllu sem henni tilheyrir. Við reynum að standa föstum fótum í sálarfræðinni og halda til haga þeim kenningum sem þar eru og þeim vísindalegu rannsóknum sem þar eru gerðar. Við reynum að standa föstum fótum í félagsvísindum líka á sama hátt og á þann hátt byggjum við upp okkar meðferð. Og þetta ekki okkar skoðanir, heldur erum við að koma til skila þeirri vísindalegu þekkingu sem til staðar og við bjóðum upp á ýmiss konar meðferðarúrræði. Við bjóðum upp á inniliggjandi meðferð í göngudeild, við bjóðum upp á meðferð sem miðar að varanlegu bindindi, við bjóðum upp á meðferð sem hefur í sér viðhaldsmeðferð, til dæmis við ópíumfíkn og allt þar á milli og við ráðleggjum fólki að reyna að draga úr drykkju þegar það á við og það ekki orðið sjúkt áfengissýki og okkar meðferðar möguleikar eru allt frá því að vera eitt viðtal á göngudeild í það að vera löng inniliggjandi meðferð sem getur tekið alltaf ári og með sambýlis dvöl á eftir og stuðning frá göngudeild jafnvel í 1 til 2 ár eftir inniliggjandi meðferðina. Ýmis úrræði eru í boði fyrir þá sem þurfa á hjálp að halda. Þar á meðal 12 spora húsið við Skólavörðustíg í Reykjavík.
Á þessum stað eru langt leiddir fíklar á öllum aldri sem flestir hafa gert ítrekkaðar tilraunir til að losna við fíknina á öðrum meðferðarstofnunum. Hér greiðir heimilisfólk fyrir vist og fæði og allir verða að lúta reglum þátttöku í samverustundum og útivistartíma. Sú krafa gerð að fólk sé annaðhvort komið í vinnu eða skóla innan 3 mánaða frá komu sinni hingað. Það kann að vera að þörfin á meðferðarúrræðum sé mest í fangelsinu á Litla-Hrauni, þar sem mikill fjöldi fíkniefnaneytenda situr inni á hverjum tíma. Margir halda neyslu áfram eftir að komið í fangelsið. Talsmaður fanga segir lítið gert fyrir þennan hóp. Lífið hérna, það líður í svona tilgangsleysi. Hér er lítil útivist, lítil hreyfing. Þetta byggist upp, menn eru niðurlægði mikil, reglunar eru niðurlægjandi og það er niðurlægjandi að vera í fangelsi. Og ég held að þess vegna sé ég meiri þörf fyrir fíkniefni inn á Litla-Hrauni heldur en annars. Það eru margir sem þeir sjá enga ástæðu til þess að draga sig eða reyna að ná sér út úr neyslunni. Já, ég held að nefnum kannski segja að flestir fangar eiga við vandamál að glíma. Það eru fíkniefnavandamál eða áfengisvandamál. Og það er eiginlega það er ekkert meðferðarúrræði til í fangelsinu. Föngum býðst að fara í einhvers konar skammtíma meðferð lok afplánunar sem að ég held að sé ekki nema 2 til 4 vikur. En það er eiginlega verið að byrja á röngum enda. Það þarf að byrja náttúrulega á því að menn fá aðstoð strax í upphaf úttektar. Þetta hefur verið vandamál alveg frá upphafi og ekkert óeðlilegt vegna þess að mjög margir fangar eiga við fíkniefna vandamál að stríða og margir þeirra hafa farið í gegnum margar meðferðir á meðferðarstofnunum. Það má kannski segja að barátta okkar sé tvíþætt. Það er eftirlit, bæði með gestum og með leit og pröfum hjá föngum það hvort neyti fíkniefna og síðan beiting þá viðurlaga ef svo gert. Og síðan með, við getum kallað gulrótarkerfi, það er að segja fangar sem eru í lengri tíma, þeir hafa möguleika á því að fá dagsleyfi, en það forsenda fyrir því að menn hafa ekki framið agabrot. Fíkniefnaföngum fjölgar ár frá ári. Í dag setja hlutfallslega jafn margir fangar inni vegna fíkniefnabrota og sátu inni vegna smygls og dreifingar á áfengi á bannárunum. Á síðasta áratug hefur föngum sem dæmdir eru fyrir fíkniefnabrot fjölgað verulega og sem dæmi má nefna að frá árið 1997 var 20% af föngum dæmdir fyrir fíkniefnabrot en núna hlutfallið 30%. Fangar sem dæmdir eru fyrir fíkniefnabrot eru mjög fjölbreytt